Góðan daginn. Við fengum hana Thelmu Ýr, kennara við Smáraskóla til að segja okkur stuttlega frá reynslu sinni við að taka þátt í keppninni í fyrra. Keppnin snýr að því að taka upp lestur á setningum á vefsíðunni samræmi.is. Það safn af upptökum verður notað til að kenna tölvum og tækjum að skilja okkar íslensku tungu. Smáraskóli stóð sig með prýði í fyrra og kemur hún Thelma til að deila með okkur hvernig henni tókst til að hvetja nemendur til þátttöku, hverjar hindranir hennar voru og hvað hann ætlar að gera öðruvísi í ár. Hvet ykkur til að leggja við hlusti og gangi ykkur vel. Ég kennari í 5. bekk í Smáraskóla og kenndi líka í Smáraskóla síðasta vetur og þá var ég með 7. bekk. Sko, til að byrja með þá gekk þetta bara mjög illa. Ég bara voru ógeðslega hreinskilin. En það verður að taka það inn í reikninginn að við vorum í fjarkennslu út af samkomuhöftum og þannig að engin nemandi var í húsi. Þannig að fyrstu dagana að þá gekk þetta bara ekki vel og það voru nokkrir nemendur sem kom inn og tóku bara að mér fannst þá mjög góðan þátt. Og en helsta vandamáli var að koma og fá foreldrana til þess að samþykkja til þess að geta byrjað. Síðan koma þau þarna inn í skólan og þá eru nokkur komið samþykki og við bara svolítið svona kynntum undir þeim og þá fá fleiri samþykki og við erum að hjálpa þeim í gegn. Svo var ekki fyrir daginn eftir þegar ég er búin að tala við vinkona mína sem var að kenna í Hraunvallaskóla. Já. Og við hún sagði mér hvað þau var að gera og þá voru þau búin að setja svona innanhúskeppni. Já. Og sá sem myndi lesa flesta setningarnar í þeirra árgangi, hann fengi bikar, bikar. Og svo myndu þau gera sér einhvern glaðan dag ef að þau myndu ná ákveðnu markmiði, sem að þau náttúrulega náðu. Og þannig ég ákvað að gera bara eins hér og segja nú frá því að við Halldóra værum í eiginlega smá keppni en við þurftum eiginlega að fara að spýta þessu lófana. Og hér er mikið af íþróttakrökkum og hér er mikið af keppnisfólki. Þannig að þau voru ekki lengi að fara þá og bara ruku upp. Þegar mér fannst einhverjir vera búin að lesa margar setningar áður, þá var það bara svona eins og lélegur dagur hjá mörgum þegar við vorum farin á fullt. Þannig að þetta skotgekk og þetta var ótrúlega skemmtilegt og þau voru bara svo saman í þessu, það var mikil samheldni í kringum þetta, þau voru að hvetja hvort annað, stolt af sjálfum sér og það sem er líka svo fínt að eins og sérstaklega núna þegar þetta verður bara vika, að þetta er stuttur tími, þú þarft ekki að halda þessu út það lengi, heldur þú getur bara verið góður og þú klárar góður. Einmitt. Þannig að mér finnst það mjög skemmtilegt. Þessi sem byrjuðu í byrjun og byrjuðu strax, að þau skildu verkefnin. Þau voru að þessu af því að þau skildu verkefnið, skildu tilganginn. En hópurinn kom samt ekki sem slíkur fyrir að vera orðin keppni. Einmitt. Þannig að sum þeirra skildu mjög vel tilganginn og þau skildu tilganginn mun meira eftir því sem leið á þegar mér datt fleiri hugmyndir í hug til þess að útskýra. Og Anna, svo sem kennir á móti mér, og hennar menntun er íslensku. Og hún gat komið með alls konar svona input önnur inn í umræðuna sem voru mjög góð og svo fannst þeim eiginlega, þau sjálf tengdu miklu frekar við það að hvernig svona tæki geta hjálpað þeim sem eiga erfitt, heldur en kannski þeim sem í svona daglegu lífi. Þannig að þau urðu fljótt föst í því þetta sé hjálpi til dæmis þeim sem eru blindir. Einmitt. Og hjálpi þeim sem eru eitthvað svona undir í samfélaginu og það var einhvern veginn miklu frekar sú leið sem þau fóru í hugsuninni heldur en þetta að við getum notað þetta. Hann var að tala að þetta væri næsta skref í íslenskunni sem þurfti að taka og án þess að eiga stafræna íslensku þá myndi tungumálið
að öllum líkindum hverfa og hún fór að tala það hversu merkilegt það að við getum til dæmis ennþá í dag lesið handrit aftur í tímann. Já. Og við höfðum farið með þann árgang að skoða gömul handrit og lesa úr þeim. Þannig að þetta passaði rosalega vel inn til þeirra af því að þau voru búin að prófa handritin og prófa að skrifa með bleki á skinn og eitthvað svona. Þannig að það var mjög skemmtilegt. Þannig að mér finnst sú tenging kannski vera merkilega því að þegar við fórum að ræða að þeim fannst þetta gaman, að þá myndi þau líka vilja að börnin þeirra eða barnabörnin eða þegar þau voru orðin amma og afi eða langafi og langafi að þá myndi þau vilja að þetta vera ennþá. Og þá tókum við svolítið þann vinkil á þetta til þess að segja hinum frá. Og við náttúrulega ræddum líka rosa mikið sko Siri, Alexa, Google og það voru yfir 90% af okkar hópi fyrra, við erum ekki búin að taka sumir af þeim sem að notuðu þetta nánast daglega. Þannig að mér fannst það mjög áhugavert og mér fannst líka, sko, það sem mér fannst sérstaklega áhugavert var að þau sögðu, þeim leiðist, þá bara fínt að spjalla við Siri. Þannig að það svolítið langt frá mínum raunveruleika, ég spjalla við Siri, en þá sögðu, en maður biður hana bara að segja sér brandara ef maður vill heyra eitthvað fyndið. Einmitt. Þannig að og þegar þau fóru að tala þetta, þá áttu þessu á því að það væri miklu þægilegra ef þetta væri á þeirra móðurmáli og það væri miklu flottara og og þá svona jókst áhuginn í takt líka en svo var svona mismikið hvað þau síðast inn og hvað datt út aftur og algjörlega. Rætt. Já, ég náttúrulega, við erum bara byrjað að undirbúa svona aðeins hjá okkur, kennurum, við erum ekki farin að undirbúa krakkana. En það á plani á mánudaginn að segja þeim frá keppninni og útskýra þetta. Við erum búin að vera að prófa aðeins Emblu núna í vetur og þannig ég ætla svolítið að nýta Embluna í kynninguna núna. Ok, áhvert. Og tala hvað svona gagnasöfn getur hjálpað til við að búa til betri Emblu eða fá Siri á íslensku eða Google á íslensku eða eitthvað slíkt. Þannig að það verður að byrja á því að búa til gagnasafni svo að segja möguleiki á að gera þetta í framtíðinni. Og en við ætlum að byrja á því að kynna þetta fyrir krökkunum og á mánudaginn ætlum við að senda tölvupóst heim til foreldra, útskýra keppnina og biðja þar leyfi fyrir að barnið þeirra megi taka þátt. Það tók bara allt á langan tíma í fyrra að fá samþykkið og koma sér í gangi í gegnum foreldrana. Þannig að við viljum nýta tíman okkar betur þess að á mánudaginn þegar keppnin byrjar þá ætlum við að byrja að taka þátt og ætlum við ekki að byrja að vera með eitthvað vesen. Sko. Að sjálfsögðu ætla Smáraskóli að sigra í sínum flokk.